Jæja, komið sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðvarpið Söguskoðun. Ég heiti Andri Jónsson. Já, ég heiti Ólafur Hersi Arnaldsson. Blessaður Ólafur minn. Já, sæll. Já, við erum Hlaðvarpið Söguskoðun og við erum mættir hingað aftur í upptökur á þessu fallega sunnudegi. Já. Hann er fallegur hjá þér líka, Ólafur minn. Já, mjög fallegt. Ég var einmitt út í garði að brasa áður en við tókum upp. Þannig að það er smá sól og fínt svona haustuður. Nákvæmlega. En já, við það er nú ekki svo langt síðan að við komum saman aftur hér eftir sumarfríð og störtuðum þessu upp og nýtt hér, hlaðvarpinu, nýtt season og við vorum hér í síðasta þætti fyrir svona rúmum 2 vikum síðan að ræða saman Norður-Ameríku. Já. Það var skemmtilegt og öðruvísi. Já, það var gaman. Og eins og við talaðum náttúrulega, við erum svo lítið fjallaði Norður-Ameríku. Einmitt. Það kom tími til. Já, og við ég reyndar, það fór sko örugglega helmingurinn á þettinum fór ég að tala um miðaldir og Já. og Bísanska ríkið. Já. Viki hjartarsmál. Já, það þurfti aðeins að fá það út úr systeminu. Já. En þetta er þáttur númer 92 og í dag ætlum við aðeins að tala um aðra hluti. Við reyndar, eins og við höfum nú sagt hérna, við ætlum að tala meir um Ameríku, Norður-Ameríku. Það verður á dagskrá í vetur hjá okkur. Og aðra hluti sem við höfum talað um, en það er nú svona hefð fyrir því að við reynum að fara svolítið úr einu í annað og við ætlum að fara í eitthvað allt annað í dag. Við ætlum að fara í enn á 20-öldina aftur og við ætlum að fara hingað heim. Það er að segja, við ætlum að fara í íslenska sagnfræði sem er nú alltaf svolítið gaman. Já. Þegar okkur gefst tækifæri til þess að tala um íslenska sagnfræði og þetta er eitthvað sem er kannski reyna að gera meira af. Já, það er mikilvægt. Við erum alltaf að tala um það náttúrulega, minnum okkur alltaf á það er mikilvægt að taka upp eitthvað íslenskt líka reglulega. Já. Við ætlum að tala um kommunista í dag. Og sósíalista. Já. Og þetta er auðvitað mjög stórt málefni og þetta er auðvitað málefni líka sem er svolítið nálagt okkur. Og það er auðvitað líka þannig að Ísland er lítið land og þú veist, allir tengjast einhvern veginn einhverju og Já. Og þetta er allt svo tengt bara bara obvious dæmi. Sko, við vorum að tala hérna fyrir þáttinn um bók Kjartans Ólafssonar Draumar og veruleiki sem er frekar nýlega bók sem að koma út. Já. Það var 2020 kommunista og sósíalista. Kjartan var innanhúsmaður þar, hann var framkvæmdastjóri held ég í Alþýðubandalaginu og starfaði mikið í flokknum. Maður sem að skrifaði þá bók var þá einn af fáum eftirlifandi sögupersonum í þeirri bók en hann er einmitt náfrændi minn. Já. Þú veist. Þannig að þetta er nálægðin er svo mikil allstaðar sko þegar maður talar um íslenska sögu og sérstaklega 20. aldar sögu. Já. Og þó svo að þessi kannski orðið lítið um það að þessi eftirlifandi einstaklingar sem að tóku beinan þátt í þessari starfsemi þá auðvitað eru afkomendurnir allstaðar. Já, það eru það. Og eins bara hvað, það var ekki afi minn var nú að tala um það, hann myndi nú eftir því að hitt mikið á þessum köllum sem var að tala um með þeirri bók sko, þá í tengslu við Langafa. Og veist þess og segir, þú veist, þetta náttúrulega er það nálagt í tíma og það er náttúrulega líka ákveðnu augrænir sem náttúrulega þetta fylgja því. Jú. Það var reyndar einn sem ég þekki sem að sagði mér að hann hefði verið í æskulýðsfylkingunni þegar hann var lítill. Já. Á 10. áratugnum á 9. áratugnum og þá hafði hann einmitt verið í svona marxískum lesring með Einari Olgeirsinni. Hugsa sér. Já. Hugsa sér. Marxískum lesring, já. Með Einari. Það er hlutið. En síðan eru auðvitað ýmis álitamál sem að tengjast þessu sem við höfum reynda að drepið aðeins á hér í hlaðvarpinu áður. Það er nú reynda komið svolítið síðan við tölum um það og sem allt í lagi að dusta þess rikið af því en þetta málefni
kommunistar og svona hvernig hefur verið skrifað þá sagnfræði og svona deilur sem hafa verið í fræðaheiminum alveg eitthvað sem verðt að tala líka, eða taka aðeins fyrir. Já, og náttúrulega maður getur svona sagt að deilutna það séu þetta meiri vegna þess að þetta svo nálagt menn í tíma og ennþá lifandi ýmsuleyti. Það mikið léttara kannski að vera að skrifa hvað við að segja, einhverjar sturlungál til dæmis, þar sem enginn þannig sé hefur einhverjar beinna hagsmuna að gæta. Þú skilur, það meira dött. Já, einmitt, og líka bara svona eins og vorum minna áðan, sko, þessi persónulegu tengsl, sko. Já. Þú veist, þetta eru, ef ekki núlifandi, þá skilur afar og frændur og frængur og ömmur einmitt. Og mömmur og svona, sko. Já. Og þá auðvitað það auðvitað svolítið þannig, sko. Varstu búin að kíkja eitthvað í bókina Skjartans? Jú, ég hef lesið eitthvað aðeins í henni en það er alltaf síðan, en ég sá að ég var með þarna bókinas Whiteheads í bókahillunum hjá mér. Sovjet Ísland. Þannig að ég ætlaði nú að vera búin með henni en ég er hálnaði með henni. Það er nú meiri bókin, maður. Já. Hún er mjög áhugaverð, en ég vissi alltaf að þú var ekki reyfin að þeirri bók. En það er áhugavert, hann náttúrulega líka að skjóta á hvað heitir hann? Kjartan Ólafsson. Jón Ólafsson og hans Guðna náttúrulega líka. Já. Hefur ekki talað þessi byrju? Já, ég sá fyrir mig að það var áhugavert að tala um það. En þetta er mjög sérstakt tilfelli, kommunismin, svolítið svona sérstök saga og þetta eitthvað sem var mjög stór hluti af stjórnmálalífi 20. aldarinnar í einum vestræna heimi og Íslandi. Já. En nú orðið svona frekar svona fjarlægt okkur núna svona orðið svolítið svona alien, sko, í okkar nútíma samfélagi, þó svo þetta séu ennþá til kommunistaflokkar þó að þessi ekki til lengur á Íslandi beinlínis. Nei. En það nú kommunistaflokkur til þess að í Noregi. Já. Rött. Já, er hann officially kommunistaflokkur? Já, með minnir það. Já, hann rennur, en þeir eru líka NKP ennþá til líka, en það er algjör fringe. Já, algjör jaðarhópur. En þá Rött, eins og kallast þetta í Noregi, þau eru með 3 þingmenn. Já. Mér finnst það svo áhugavert að í Noregi og sért með að sé kommunistaflokkur. Og þeir til dæmis berast fyrir því þeir vilja þjóðnýta held í öll fyrirtæki með fleiri en 5 starfsmenn. Fleiri en 5 starfsmenn. Já. Það er nú bara meira róttækt heldur en sko í Austurblokkinni. Já. Voru við ekki tala í Tékkóslóvakíu og Ungverjalandi og eftir stríða voru að taka fyrirtæki með fleiri en 50 kannski, eitthvað svo leys. Já, minnum að sér 5 vegna sem ég sá viðtal við leiðtogan þeirra sem að segja af sér fyrir stuld, Greg Kallin, það var nú fréttum líka heima, hann Björnar Moxnes. Það var einmitt verið að spyrja hann út í þetta, sko, og já, hann stóð fyrir því að þetta er kommunistaflokkur og það var í umræðinu held ég okkur flokksþingi fyrir nokkrum árum síðan, hvort að ætti þá að fjarlægja eitthvað af þessari, sko, af þessum grundvallar kommunisma, ég man ekki hvað það var, en það var fellt. Þannig að það er ennþá hluti af stefnuskrá flokksins. Ég var einu svona að vinna með manni sem var í framboði fyrir Rött í Noregi. Og ég man að ég spurði hann að spurja hann út í þessa pólitík og ég spurði, sko, er það rétt skilið hjá mér að þið aðhyllist lýðræðislegan sósíalisma, demokratískan sósíalisma að þið leitið að þið vilji koma á sósíalísku samfélagi. Þið eru ekki sósíaldemokrat sem vil, sko, byggja upp velferðarsamfélag í kapitalísku samfélagi, þið vilji koma á sósíalísku samfélagi. Og hann staðfesti að það var í hans skoðun allavega. Já. Og svo var hann að útskýra þetta eins fyrir mér og svona, og hann notaði með, sko, rökin, sko, að því að sósíalistar auðvitað tala um þetta sem lýðræðisvæðingu náttúrulega. Já. Og þú sér það auðvitað líka inn í sósíalísku baráttu á fyrirhluta 20. aldar, það sem að menn að tala um, sko,
sósíalisma sem sko lýðræðisvæðingu atvinnulífsins Já, að því leiti sko valdi sko ekki, að það sé ekki bara eignarhaldið sem að á að vera í eigu verkalýðsstéttarinnar heldur líka sko í sumum útfærslum á þessari hugmyndafræði þá er líka verið að tala um sko beinlíni stjórnun og þú sér þetta til dæmis eins og í nú er ég farið úr einu í annað en bara til dæmis eins og í þýskir kommunistar sko eftir fyrri heimsstyrjöldina Rosa Luxemburg og þau já, sko róttækir vinstri sósíalistar þar voru stofnuð svona verkamanna ráð svona Sovjet já, og þú veist og menn voru að í þýskubyltingunni og aðdragandunum að þýskilu þá voru menn að stofna ráð, verkamann og ráð, hermann og þú veist og menn voru að ganga svo langt skilur að allir þú veist að hermennirnir ættu að stjórna sér eins og með lýðræðislegum hætti sko, eða versmiðunar, verkamennirnir í versmiðunum ættu að stjórna versmiðunum sjálfir já, og þú veist þannig að það er ekki bara eignarhaldið sko, nú ætlum ég svo sem ekki að fullir hversu langt sko rött gengur í þessu en hann sagði allan um þessi maður sem var að útskýra þessa pólitík fyrir mér sko að sko við höfum séð lýðræðisvæðing og öllum sviðum samfélagsins sko, það er lýðræðisvæðing stjórnmálana og þú veist kirkjan og þú veist allstaðar er gerð krafa um lýðræðislegan strúktúr sko allstaðar nema í atvinnulífinu þar er ennþá í rauninni bara einveldi sko atvinnurekandans mitt ég var að sláast þér líka upp hérna með rött og það er eins og segir sko þeir lítið mitt á hérna kapitalisman sem hindrun fyrir raunverulegu lýðræði einmitt þannig að þau vilja einmitt svo segja þau vilja koma á sósíalísku kerfi já ég sé það reyndar lúna, ég hef líka séð það ef maður skúklar aðeins og svona það hérna og eins og á YouTube sé ég að þar er hérna breski kommunistaflokkurinn mjög aktífur já býr til mikið af fræðsluefni er með mikið af hérna og það er hvað þetta heitir eitthvað Communist Revolutionary Party eða eitthvað sem er bara flokkur sem er starfræktur í dag sko já mitt og hérna það lifir ennþá ekki þar en hér og þar já þú veist og þetta er náttúrulega verkalýðsbarátta og krítík á kapitalismann að sjálfsögðu en þá relevant en þessi mynd sem að vinstri stefna tók á 20-stöldinni með þessari sérstöku tengingu þetta við Sovjetríkin sem að náttúrulega það sem að kommunistar í þeim skilningi sem að við ætlum að ræða í dag og náttúrulega þetta beið skipbrot að sjálfsögðu já, ég gerði það Austur-evrópskur gaddavírsósíalismi einmitt gaddavírsósíalismi það er gott en já, hvernig hefur að taka þetta? Við ætlum að fókusa svolítið á kommunistaflokkin en það er auðvitað svo sem hægt að sko þetta er auðvitað saga sem að tegir ánga sína auðvitað fyrir og eftir það tímabil kommunistaflokkur Íslands og starfræktur sko frá 1930 til 38 og það er í rauninni ákveðin lína sko sem við getum séð á yst á vinstri vagnum íslenskri stjórnmálasögu auðvitað svo þú ert með sko skiptinguna innan fjórflokksins á vinstri vagnum í tvo vinstri flokka þar sem annar er lengsti vinstri og hinn er aðeins meira inn á miðjuna það sem þú sér þá í rauninni sko kommunistaflokkin kljúa sig út úr alþýðuflokknum 1930 og svo er bein lína yfir í sósíalistaflokkin sameiningarflokk alþýðu sósíalistaflokkin sem er stofnað 1938 og síðan er svona nokkurn veginn bein lína yfir í alþýðu bandalagi 1956 ef maður veit, ekki? Og svo þetta sameinast alþýðu bandalag og alþýðu flokkur á 10. áratugnum og svo hafa menni vilja sjá beina línu úr alþýðu bandalagi yfir í VFG en svo spurning hvort að VFG hverfi núna það er spurning það er áhugavert að fylgjast með því og hver tekur við sem ártækin á ysta vinstri vagnum hvort það verið sósíalistaflokkurinn hinn yngri mitt það verður áhugavert að sjá margt að gerast í pólitíkinni en já this is að
við sjáum þetta gerast auðvitað og það verður til þarna verður svolítið breyting í stjórnmálum auðvitað á fyrirhluta 20. aldar því að þú veist við erum alltaf með þessi sjálfstæðis mál sem alltaf í farabroddi í pólitíkinni en fljótlega eftir fullveldi að þá breytast stjórnmálin og fara að verða meira svona stétta pólitík. Já. Framsóknarflokkurinn og Alþýðuflokkurinn eru stofnaðir 1916 og Sjálfstæðisflokkurinn verður enda til 1929 held ég við samruna Íhaldsflokks og Frjálslyndaflokksins var ekki og verður að svona íhalds hægri flokki. Já. Framsóknarflokkurinn er þá bændaflokkur og Alþýðuflokkurinn er verkalýðsflokkur. Já. Og framan af bara einn svona verkalýðsflokkur, Alþýðuflokkurinn sko. Já. Og kommunista hreyfingin hún auðvitað byrja svolítið inn í Alþýðuflokknum á árunum eftir fyrir heimsstyrjöld. Einmitt. Og menn sá sér að leika borðið að geta nýtt út af þann flokk og þá hreyfingu til þess að svona byggja upp þá kommunista flokkin. Einmitt. Og svona íta undir þessur kommunista hugmyndir út af sósíalístísku hugmyndir. En mér svolítið áhugavert líka að maður ætlar að reyna þess að skilgreina sko, hver munurinn á þessum stefnum sko, og þú veist hvað að vera kommunisti sko. Já. Þú veist, þetta í rauninni bara hversu róttækur þú ert eða liggur eitthvað meira þetta baki? Það getur maður ekki sagt kannski að líka svona byltingarhugsun sé svona grundvalla munur. Jú. Munur á sósíaldemókrötum og kommunistum. Algjörlega. Og við sjáum þetta helst náttúrulega hönd í hönd við hennar alþjóðlegu sósíalísku hreyfingu. Já. Og hún svona mestuleiti óskipt á 19. öldinni og fram að fyrir heimsstyrjöld. Það sem þú ert með þessa sósíalísku eða sósíaldemókratísku flokka sem að byggja starf sitt á marxískum grunni. Og það byrja svolítið að skiptast hjá þeim, þeir byrja svolítið að skiptast í fylkingar kannski með fyrir heimsstyrjöldinni eða á þeim árum, af því það auðvitað tvennt sem gerist á árunum sem 1914 til 1918. Tvennt mjög mikilvægt sem gerist auðvitað. Í fyrsta lagi það að alla þjóðir Evrópu fara í stríð við hvora aðra. Og þá verður auðvitað upp mikill ágreiningur innan hreyfingarinnar skilur hvaða afstöðu eigum við að taka í þessu máli. Já. Og þá eru það þau öfl í hinum sósíaldemókratísku flokkum sem að yfirleitt urðu ofan á sem studdu þá ríkisstjórnir sínar í því að fara í stríðið. Já. Og sviku þá í rauninni þessa alþjóðlegu hreyfingu og hugsjónir já, að þú veist að þetta sé stétt þvert yfir landamæri sem að og það mjög mikilvægt að hafa það í huga og ekki vanmeta hvað þetta var mikið sko skipbrot og hvað þetta var mikið sjokk fyrir hreyfinguna að þegar stríðið brýst út að allir þessi sósíalístísku flokkar styðja sína ríkisstjórnir og einhver, hvað var að segja samkennd þvert á landamæri og verkalýðsbarátta verður algjörlega undir. Algjörlega. Og maður sér þetta kannski mjög bersýnilega í Þýskalandi sko, þar sem að sósíaldemókrataflokkurinn var mjög öflugur. Hann var alveg með milljónir meðlima og hafði mikinn þingstyrk og alveg öflugt batteri, SPD. Já. Og var fyrirmynd alla Evrópu og ekki minnst í Rússlandi, sósíaldemókrataflokkurinn þar og bolsevikar og Lenin, þeir voru hrifnir af SPD. Já. Fannst þetta vera ákveðið leiðaljós. Og náttúrulega bolsevikar í Rússlandi sáu þetta alltaf fyrir sér að þú veist að það yrði samvinna með þýskum sósíalistum í því að koma á byltingu en síðan var það ákveðið sjokk fyrir þá þessi últravinstri öfl að þegar SPD fer algjörlega bara í stríðsmótus og styður keisaran í því að fara í stríð og auðvitað margir sem upplifðu þetta sem svik og mikilvægt að halda þetta haga auðvitað að vera sama þetta sem gerist í Bretlandi og Fraklandi og Ítalíu og hvað það var að flokkarnir allir saminuðust að styðja sína ríkisstjórn og sitt hernaðarbrölt.
Já. Og þá auðvitað verður til ákveðin klopningur, fullt af fólki sem að fer að berjast þá í rauninni bara gegn stríðinu og það auðvitað besta dæmið þetta náttúrulega svo Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht í Þýskalandi og þýskir það sem að maður myndi síðar kalla kommunista fara að kljúa sig frá sósíaldemókrötum að þessu leyti og síðan auðvitað hinn atburðurinn náttúrulega auðvitað rússneska byltingin og tilkoma Sovétríkjanna og ég held að það sé alveg mjög svona einföld útskýring að segja þú veist að þeir flokksmenn í þessum sósíaldemókratísku flokkum sem að vildu fylgja fordæmi bolsjevika og fylgja leiðsögn þeirra og taka þátt í heimsbyltingar prójekti frá Moskvu að það fólk fór síðan og stofnaði klofningsflokka, kommunista flokka á meðan að þeir sem eftirurðu vildu þá ekki elta bolsjevika svona og þá kemur líka inn í þetta sem þú sagðir áðan þetta með byltinguna að það verður til svona konseptið með sko revolús að þú veist með tala byltingu því þeir ætla sér að bylta samfélaginu þú veist þeir ætla sér að fara frá kapitalísku samfélagi yfir í sósíalist samfélag og það bylting en sko hvort þú ætlar að gera það með hægum og rólegum og friðsumum jafnvel lýðræðislegum hætti eða hvort þú ætlar að gera það með því að með öllum leiðum sem hægt að fara meðal annars valdaráni þá getur maður sagt að menn skipti svolítið í þetta að vera byltingarsinnaður eða reform eða að vera revolution eða reform bylting eða umbætur mitt það er náttúrulega algjör grundvallarmunur það er sem með sósíaldemókrata flokkana í dag til dæmis í Evrópu og það náttúrulega eru umbóta flokkar og ég held meira að segja rauðir eða rött í Noregi í dag nú ég held að sé nú búið að fella út að ég vilji byltingu, vopnaða byltingu sjálfsögðu og svo það náttúrulega ástæðan fyrir því okkur þú ert náttúrulega líka þá með þennan jaðarhóp gerir ég ráð fyrir sem það einhver annar sem einhver kommunista hópur sem ég get alveg trúið að sá jaðarhópur haldi uppi ennþá einhver svona byltingar hugsjónum en hefur náttúrulega enga burði til þess að gera neitt í því nei. En sér náttúrulega líka ég held að það er kannski svona orðið framandi fyrir okkur svo leyti en náttúrulega á þessum árum sérstaklega rétt eftir fyrri heimsstyrjöld þá náttúrulega var hvað að segja framtíðin óþekkt og opin og Sovétríkin auðvitað sá fyrir sér að hægt væri að dreifa byltingunum alla Evrópu og til dæmis bara í sovjask-pólska stríðinu að þá náttúrulega sá sovéski herin eða leiðtogar Sovétríkjanna fyrir sér að þeir myndi ná sigra til dæmis Pólland og ná þannig landamærum að Þýskalandi að þá var hægt að dreifa byltingunni ennþá meira náttúrulega sérstaklega draumur að koma byltingunni á stað í Þýskalandi og náttúrulega líka aðtjóða það að náttúrulega sko byltinga tungumál kommunista hreyfingarinnar fyrstu áratugina var þýska algjörlega og Berlín náttúrulega var algjör var mjög mikilvægar sko höfuðstöðar og þá einmitt áhugavert að hugsa að horfa einmitt á það náttúrulega hvað þetta var á skjön við þessa kannski gömlu sósíalistísku flokka sem studdu lýðræðið og kosningar og allt slíkt eins og sósíaldemókratarnir í Þýskalandi og í Skandinavíu og slíkt að þeir náttúrulega vildu ekki vopnaða byltingu en það náttúrulega lendi síðan þessum mönnum saman og það er náttúrulega stór hluti af sögu kommunismans, það er náttúrulega þetta rosalega hatur sem síðan uppstóð á milli sósíaldemókrata og kommunista rosalegt hatur og það er alveg áhugavert, mér finnst svo áhugavert líka með manneskjur þetta sko þessi heift og þetta hatur út í þá sem eru rosalega líkir en samt ekki alveg nógu líkir að það er venjulega mikið meira heldur en á milli þeirra sem eru allt öðruvísi algjörlega þannig eins og íhaldsflokkarnir og þannig og íhaldið þeir eru bara drullisokkar hvort þeir sko en raunverulegi svikarinn það er sósíaldemókratinn einmitt það er náttúrulega því að hann er að fiska á sömu miðum og þú og hann er að þykjast vera
þú veist, það sam og þú einmitt. en þetta auðvitað áhugavert að sko, það maður má heldur ekki miskilja sko, að þú sért með eitt flokk sem heitir sko, segjum sósíaldemokrataflokkur SPDA í Þýskalandi eða segjum alþýðuflokkurinn á Íslandi stofnaði 1917 þetta miklu seinna en annar staðar sko. Já. Og það sé eitthvað svona ein heild þú getur ímyndið þess að það sé eitthvað svona ein lína fram til í dag og síðan sko klopnar þá kommunista armurinn út úr því og verður að nýri línu sem að rennur sem keyrir sko parallelt við hliðina og hliðstætt við hliðina á þeirri línu. Það auðvitað ekki þannig því að auðvitað er kannski sniður að hugsa sér þetta sko sem er svo gaffall skilurðu. Já. Þó svo að flokkurinn sem stofnun hann kannski á rætur sínar að rekja til upphafsins þegar þetta var saman í einum pakka af því að það sem að auðvitað gerist það er ekki bara kommunistar sem að móta sína eigin leið heldur verður líka til nýtt sko afl sem er þetta sósíaldemókratísk jafnaðarmennska og hún náttúrulega er ekkert það sama árið 1930 og árið 1910 Nei. Hún mótast líka á millistríðsárunum skilur og sú hugmyndafræði mótast af atburðunum í Moskvu og af mörgum öðrum þáttum sem er auðvitað sér stað á þessum tíma þetta. Einmitt. Og þetta er alltaf góða punktur og mikilvægt að halda þessu til haga og við sjáum það allir alltaf bara svo í dag og það er eins og áhugavert í og sér það mikill eins og pólitískri umræði í Bandaríkjunum. Bernie Sanders til dæmis hefur mikið að horfa til Skandinavíu og Norðurlandana og er þá mikið að tala sko eitthvað svona skandinaviskan sósíalisma en það er til dæmis áhugavert að horfir á til dæmis raunverulegt lagaumhverfi að þá er til dæmis oft á tíðum lægri hinur þessi skattar til dæmis á Norðurlöndunum heldur en í Bandaríkjunum og til dæmis einhverjum fyrirtækjaskattar og slíkt að því náttúrulega eins og sósíaldemokrati er á Norðurlöndunum í dag að þá náttúrulega er þetta flokkar sem styðja kapitalist hagkerfi en náttúrulega með þá ákveðna félagsumgjör sem er þá byggð á því hagkerfi. Já. Og þetta er náttúrulega heiminn hafið þetta á milli þessara flokka í dag og fyrir 50 árum síðan eða. Já, og náttúrulega sósíaldemokratísku flokkarnir náttúrulega auðvitað sjálfsögðu yfirgáfu náttúrulega markmið sitt að koma á sósíalísku samfélagi. Já. Þeir vilja koma á umbætum innan kapitalísk samfélags. Gott þetta því þú varst að tala rött hérna áðan. Mímir Kristjánsson sem er norsk-íslenskur er hann ekki þingmaður held ég í rött? Jú. Er hann í SV? Er hann í rött? Hann var held ég allavega í rött. Jú. Sem er líka blaðmaður og svona. Hann skrifaði bók Einar Geirhardsen sem var forsætisráðherra Noregs í verkamannaflokknum sósíaldemokrat eftir seinni heimsstyrjöldina var að tala pólitík hans og stefnu norska verkamannaflokksins eftir stríðsárunum sem er kannski svolítið út fyrir efnið þess að þáttar en bara til þess að nefna þetta sem að hann vitnar í Gerhardsen sko því hann var svo vinstri sinnaður og hann vildi koma á sósíalisma samkvæmt nú er ég ekki expert í þessu en bara samkvæmt þessu sem ég var að lesa í bókinni og hann er spurður á 80 ára afmælis eða eitthvað 1980 eitthvað, það er hann gamall maður og hann er svona landsfaðir Noregs sko og þú veist hann er spurður á 80 ára afmælinu sko þegar þú lítur tilbaka hérna, þú veist, ertu ánægð með það sem þú hefur náð fram í þinni stjórnmálabaráttu og hann segir sko já sko þegar ég var ungur þá var fátæktin svo mikil skilur þú veist að við áttum ekki neitt nema bara kartöflu í matinn og eitthvað svona og þú veist það var sparkað í verkafólk og það var hrækt á verkafólk og eitthvað svona þú veist núna býr verkafólk í góðu húsnæði og hefur örugga vinnu og 8 tíma vinnudag og allt þetta og ágætislaun og svona þannig að við erum stolt af þessu en þrátt fyrir allt þetta þrátt fyrir að þú veist verkamannaflokkurinn undir Gerhardsen á eftirstríðsárunum hafi breytt sko landinu í ykkur svona sósíaldemokratíska paradís þar sem að þeirra markmið voru sko að reyna að koma þú veist að reyna þú veist að koma upp ríkisreknum iðnaði og annað mjög vinstri sinnað
og sem samt mistókst mér skilur að vissu leyti vegna þess að sko við lifum ennþá í þú veist kapitalísku samfélagi, við náðum ekki að brjóta undir okkur bankana til dæmis skilur og þú veist og þetta auðvitað svona þessi sósíalisti af gamla skólanum bara svona gott dæmi sko að, og kannski ekki endilega besta dæmi að því þetta norski verkamannaflokkurinn var svolítið svona öðruvísi heldur en kannski aðri sósíaldemokrataflokkar til með sænski og danski skotiðin var ekki einmitt norski verkamannaflokkurinn hluti af Komintern Alþjóðasambandi kommunista Jú, í byrjuninni sko alveg í byrjun, þetta þá ekki 20 eitthvað Jú, vegna þess að þetta einmitt það sem að gerist alls staðar er að sko þegar að alþjóðaflokkarnir klofna að þá það yfirleitt vinstri armurinn sem að klífur sig út og stofnar kommunistaflokk það þetta gerist á Íslandi þó að hafi gerst svolítið seint, það gerist ekki fyrir 1930 en í Noregi sko það öfugt sko að þá sem sagt verður meiri hluti fyrir því að verkamannaflokkurinn fylgi Komintern og verði þá í rauninni svona það sem við myndum kalla kommunistaflokkur sko já, þetta mjög áhugavert og þá klofnar vinstri armurinn hægri armurinn úr norska verkamannaflokknum og stofnar sósíaldemokrataflokk sem starfræktur alveg frá held ég 22 til 27 eitthvað líka ok af því að síðan og þá hérna smá tímabila sem að norski verkamannaflokkurinn er hérna með alls konar innanflokksátök sem enda síðan með því að þeir snúa þessu síðan við og fara úr Komintern og sameinast þessum sósíaldemokrataflokki og þá klífur NKP eða norski kommunistaflokkurinn sér aftur út svona eins og hefði þannig að þú veist það endar á sama stað sko en það fór aðeins öðruvísi af stað þarna sko áhugavert en þessir íslensku kommunistar þeir það tók aðeins lengri tíma fyrir þá að stofna sinn flokk en saga íslensku kommunistarhefingar hún svona yfirleitt rakin aftur til fyrstu árana eftir fyrri heimsstyrjöld sem ég segja 1921 það að segja 1922 en það hvað miða menn þá við svona sérstaklega sko þá menn að miða við það þegar þessir menn voru að fara á þing Kominterns einmitt í Sovétríkjunum í Moskvu og það var hérna 1921 þá fer sko 1920 var það vist þá fer fyrst þarna Hendrik Ottosson og Brynjólfur Bjarnason á heimsþing Komintern 1920 þetta eru ungi menn sko Brynjólfur er stúdent út í held í Kaupmannahöfn þetta voru ungi menn sko en pældi þetta að redda sér þú veist þangað 1920 Komintern stofnað 1919 þá stofnþing Komintern og síðan halda þeir sko svona heimsþing alltaf á hverju ári sko nú man ég ekki hvernig það var borgarastyrjöldin í Rússlandi hún er ekki búin mástu hvernig hún var búin hún ekki búin 23 jú ég held að henni sé ekki formlega lokið fyrir 23 eða 24 eða eitthvað líka þannig að þeir eru að fara þarna 20 og 21 þá meira ennþá borgarastríð og óvíst hvernig byltingin fari algjörlega en síðan sko fara þeir aftur Ólafur Friðriksson og Ársæll Sigurðsson fara á þriðja þingi 1921 og síðan eru þeir að fara þarna reglulega sko og stundum þetta með við þessa ferð þarna Ólafs Friðrikssonar á þingi 21 að því að upp úr því kom mál sem hefur verið kallað drengsmálið eða hvítastríði sem að stundum talið svona upphaf þessara kommunistarhreyfingar á Íslandi einmitt að þá kemur Ólafur Friðriksson svona róttækur stjórnmálamaður í Alþýðuflokknum ritstjóri Alþýðublaðsins held ég og hann yfirleitt talin svona upphafsmaður þessara kommunistarhreyfingar og hann kemur hérna heim með drenginn Nathan Friedman frá Rússlandi og það átti að taka hann sagt, af heimili hans af því að hann var með augnsjúkdóm og síðan varð rosalega stimpingar út af þessu það mjög áhugavert mála ýmsu leyti og
Af því það einmitt sko hvað var að segja það var ekki einskeri mannvon sko þetta vísa drengnum úr landi heldur og náttúrulega út af þessum sjúkdómi sem var með sem var smithætta af þá náttúrulega voru ákveðin sóttvarnarlög í gangi eða gild á þessum tíma þannig að hvort það var ekki landlæknir og allavega einhver læknar sem mæltu fyrir því að drengnum yrði vísa úr landi þá og hvernig var það ekki Jón Magnússon sem var þá forsætisráðherra á þessum tíma hann bauðst nú til þess að greiða drengnum einhverja 3 ára lífverði eða eitthvað slíkt þannig að hann er þá sendur til Kaupmannahafnar og þar er nú komið undir læknishendur og myndi þá fá þá einhverja aðhlýningu og Ólafur Friðriksson hann afþakkaði allt þetta og barðist allra fyrir að halda drengnum og gerði sem ekki, ég veit ekki hvað að segja, pólitískar mat úr öllu þessu og svo náttúrulega líka spurning hann Þór Whitehead náttúrulega færi rök fyrir því að hann hafi viljað hafa drengin út af tungumálakunnáttu hans það náttúrulega voru örðuleika til þess að byrja með ég veit ekki hvað tungumál hann náttúrulega var sko af þýskum ættum, var hann ekki það? Hann Nathan þannig að ég held að tala þýsku og rússnesku hann ætlaði engin íslendingar skulle rússnesku á þessum tíma þannig að hann náttúrulega aðstofaði eitthvað við slíkt og svo náttúrulega hafði hann hlotið einhverja byltingamenntun þarna í Sovétríkjunum og var kommunisti en allavega út af þessu öllu urðu og miklar deilur og baristu lögreglu og slíkt og það er áhugavert samt og þetta er kannski eitt af þessum deilumálum í íslenskri sögu það er áhugavert hvernig sumir sagnfræðingar hafa ég veit það ekki kannski málaða sem svolítið svo að þarna hafi kannski verið íhaldið að reyna að koma höggi á Ólaf frekar en að það hafi verið sóttvarnarlög sem voru í gildi sem þurftu nú að virða því auðvitað náttúrulega var mikil hætta á því að þessi sjúkdómi myndi breiðast landið og náttúrulega verið líka að halda þetta í haga þetta er náttúrulega rétt eftir spænsku veikina þar sem að stór hluti þar sem að hluti þjóðarinnar hafði náttúrulega dáið og milljónum manns allan heim þannig að það náttúrulega verið líka maður verið að taka með að því líka þetta hefur verið hræðsla þar og svo heldur ekki eitthvað óþekkt að bori sjúkdóma til landsins þetta er eins bara sem landbúnaðinn vitum það til þess að fjárkláðin og riða og svona sjúkdómar þetta náttúrulega leiddi til náttúrulega stórfellds taps á sínum tíma þannig að og svo náttúrulega þekki við þetta náttúrulega líka bara sjálf þú veist hvernig voru sóttvarnirnar þegar við vorum í COVID en þetta auðvitað sko burt sér frá þessu þá náttúrulega sjálfsög var þetta mál að svona pólitísku hittamáli og náttúrulega Ólafur og hans stuðningsmenn máluðu þetta náttúrulega upp sem aðför að sér og náttúrulega eðlilega þá andstæðingar Ólafs skilur gátu þá vildu náttúrulega ekkert vera að fá hann einhvern frá Rússlandi skilur og kannski sáu þetta sem einhverja svona ógn sko en þetta auðvitað var alveg gríðalt hittamálum en náttúrulega voru þarna fylgdu liðið þarna tugir manna inn á heimili Ólafs til þess að verja drenginn einmitt það sem er líka áhört með þetta er að hvað lögreglan var fámenn á þessum tíma það voru bara örfóir lögreglumenn þannig að það náttúrulega var líka mikið léttara þá að bókstaflega standa upp í hárinu og lögreglunni eða berja á lögreglunni því þetta var líka víst svona svolítið deilur líka á milli Dana og Íslendinga því Danir voru búin að pressa mikið á það að Íslendinga þyrftu eitthvað að styrkja lögregluna vegna og við erum að tala það Reykjavík þessu tíma hvort þetta hafi verið 8 lögregluþjónar eða eitthvað það er bara eitthvað örfáir og voru náttúrulega yfirleitt alltaf með hvítliða með sér þegar voru ykkur svona verkalýs deilur sko það var einmitt málið þess að við þurfum að kalla út þá eitthvað annað lið til að styðja við lögregluna og það er fyrst mér líka alveg ótrúlega þegar maður er að lesa þetta þegar er núna 100 ár síðan að lögregluvaldið hafi verið svo veikt og ríkisvaldið kannski það hvað var að segja varnarlaust að ýmsu leyti að þú þurftir að kalla út borgara til þess að styðja lögreglu aðgerðir veist það er ekki þannig í dag og það er mjög veikt ríkisvaldið ýmsu leyti sem stendur svo höllum fæti og vera háðið því
ég myndi að vera eitthvað rosa óerðir í Bretlandi þess að vera sem innflytjendur og síðan væri lögreglan að reyna að halda aftur af því sko og myndi ekkert ráða við það og síðan kæmi einhverju svona skinheads og vera að hjálpa löggunni sko það væri nú ekkert rosalega flott sko finnst manni Nei, verður það ekki en svo er líka mikilvægt að halda þetta í haga eins og með þess að sem var kallaði hvítlið að það var miklu leyti líka bara svona hvað var að segja, venjulegir menn sem það er auðvitað að fara að tengja það nákvæmlega við eitthvað fasisma og eitthvað slíkt og orðræðan hafa stundum svolítið verið þannig eins og sumið á þessum var ekki, eða hvort mann ekki hver var nákvæmlega en allavega að kalla þeim að Jónas var hriflu líkjónum við Mussolini og eitthvað slíkt Jú, orðræðinu þetta er alltaf og hún auðvitað lifir ofta ennþá í sagnarittuninni sko Það er nefnilega máli og til dæmis og auðvitað ég ger mér alveg grein fyrir við þurfum að tala meira það náttúrulega hvernig bók hans Þórs og Whiteheads en hann til dæmis vísar í það Guðni í bókinni sinni hvað sko hann heitir Óvinur ríkisins, já að þá til þess tekur Guðni ekki fram held ég að það hefði átt að vísa drengnum úr landi út á augnsjúkdómnum sem verður frekar mikilvægar upplýsingar Já en já, við getum að algjörlega tekið þetta þess fyrir en við svona gerum aðeins í gegnum þessa sögu hvernig þetta kemur til að og við þurfum kannski ekki að fara inn í smáatriði en svo sem menn getur auðvitað að lesi alveg smáatriðin í þessu þetta hefur verið fjallað mikið þetta en það eru þessi gaurar skilur þetta Ólafur Friðriksson og svo koma ungi menn inn í þennan hóp áður nefndur Hendrik Ottosson og Brynjólfur Bjarnason Ársæll Sigurðsson hvað heita Einar Olgeirsson kemur líka Stefán Pétursson þetta voru menn sem voru ungir námsmenn erlendis og þeir koma síðan heim og og það verður þetta til svona ákveðin barátta á milli þessara ungu manna og Ólafs gamla deilur hvernig eiga fara fram Ólafur var á þeirri skoðun að þetta vinna svona leynilega inn í alþýðuflokknum og ná alþýðuflokknum undir sig á meðan þessir ungu menn voru meira svona vildu bara ganga hreint fram og bara stofna kommunista flokk eða kommunista samtök og það er auðvitað svona samband á milli þessara manna sem er svona áhugaverð dýnamík það er stofnað áhugalið alþýðu strax 1921 það er Ólafur og Hendrik og fleiri 1922 stofnað félag ungra kommunista þá erum við komin út í þennan svona stofnanalega hluta þessara sögu og síðan þetta gerir svolítið náttúrulega þetta sem gegnum sýrir alla þessar sögur að þessir hópar eru náttúrulega alltaf að berjast í verkalýðshreyfingunni og það er kannski rétt að nefna það verkalýðshreyfingin á þessum árum þetta er svolítið byggð upp þannig að þú ert með verkalýðsfélög út allt og svo ertu með ASI sem er samband verkalýðsfélaga og alþýðuflokkurinn er náttúrulega stjórnmála armur ASI það er eitt og sama fyrirbærið og síðan eru líka önnur samtök inn í ASI sem er ekki beinlínis verkalýðsfélög eins og til dæmis jafnaðarmannafélag Reykjavíkur sem að var eftir því sem ég skilst rétt stjórnmálafélag sko sem er þá hluti af ASI og þetta er auðvitað módel sem þú sér líka annars staðar á Norrlöndunum að þú ert með svona það sem verkalýðssambandið er í daglegri verkalýðsbaráttu og býður síðan fram stjórnmálaflokk sko til þess að taka á þessum stjórnmálalega armi verkalýðsmálana sko þetta breyttist ekki fyrir 1942 að alþýðuflokkurinn er skilinn út frá ASI sem er svo sem önnur saga kannski en síðan það sem áhugavert með þetta er að þarna kommunistar þessir róttæku vinstri menn þeir ná yfiráðum í jafnaðarmannafélagi Reykjavíkur sem er stórt félag í ASI og þá svara sko andstæðingarnir með því að stofna nýtt jafnaðarmannafélag og þá ertu strax komið með hennan svona klofning sko það er mitt og síðan er kannski svolítið svona stórt skref í þessari sögu er þegar þessir ungkommunistar skilja svolítið við Ólaf svona 1900 og seinni hluta þriðja áratugarins og Ólafur heldur áfram að starfa innan alþýðuflokksins á meðan þessir ungu menn Brynjólfur og Einar og Hendrik og þeir fara að starfa meira sjálfur sko
og þá 1926 stofnaði jafnaðarmannafélagið Sparta sem svona fyrirrennari kommunistaflokksins og það félag sem fekk ekki inngöngu í ASÍ. Sósíaldemókratar náðu að beita einhverjum teknilegum leiðum til þess að koma í veg fyrir það. Einmitt. Og svo náttúrulega líka áhvert með að hluti að það líka síðan alltaf tengslin síðan við Moskvu þá og Komintern. Það náttúrulega eitthvað sem hefur verið, ef það ekki rétt, svolítið svona hittamál íslenskri sögu, hversu mikið þau tengsl hafa verið. Algjörlega, og þeir voru auðvitað í tengslu við Moskvu frá upphafi. Þú veist, þeir voru að sækja þessi þing og það sem líka svolítið áhugavert með heimildum með þetta er að sko stór hluti af heimildum sem við höfum þessa starfsemi eru þessi rússnesku skjöl. Komintern skjölin. Og það er kannski svolítið sko það er að fókusera bara á þær heimildir. Þá kannski færðu svolítið svona einsleita mynd að því að allar þær heimildir snúast náttúrulega bara samskipti flokksins við Komintern. En það er auðvitað alveg ótrúlega saga sem að kemur fram í þessum heimildum. Starfsemi flokksins og samskiptin sko. Eins og til dæmis hann var ekki Einar Olgeirsson, hann neitaði því nú alltaf að þeir fengi einhverja fjármuni frá Sovétríkjunum. Og menn að Þór Whitehead vísar einmitt í þessi skjöl sko. Það svona kemur fram að þetta fengu þeir fjármuni, rússagull eins og það var kallað. Þeir fengu það. Sem, menn reyndu að neita fyrir og var kannski viðkvæmt að því náttúrulega það náttúrulega erfitt að vera svo háður einhverju öðru ríki og ef þú ert með sko flokk og ert að berjast fyrir einhverjum málefnum, ef þú ert að fá fjárstyrki að utan, þá náttúrulega hringir það ákveðunum viðvörunarbjöllum. Rétt bara eins og í dag, þú veist, það náttúrulega hittamál í til dæmis meginlandi Evrópu þegar að menn að fá til dæmis pening frá Sádi-Arabíu til þess að reisa moskur eða taka við peningum frá Kína til þess að reisa einhver Konfúsíusarsetur og eitthvað slíkt. Þannig að þetta auðvitað, eitthvað sem þeir neituðu fyrir að þeir fengið mikla fjármuni þaðan en skjölin og heimildin að sýna það nú alveg á hreinu að það voru einhverju fjármuni sem kom frá Moskvu þá til þess að byggja upp undir starfið á Íslandi. Jú, og svo þetta voru sko sósíaldemókratar fengu líka fjárstuðning frá norrænum sósíaldemókrataflokkum. Þetta hefur verið rætt þetta svolítið í bók sem heitir Gullna flugan, Þorvaldur fyrir sem skrifaði þá bók. Áhugavert, ég vissi það ekki. Það var nú áhugavert að kynna sér það. Þorleifur. Þorleifur Friðriksson sem skrifaði þá bók. Reyndar svolítið gömul bók sko, en það farið yfir þá sögu alla hvernig alþýðuflokkurinn var að fá fjárstuðning frá dönskum og norskum og sænskum, aðalega dönskum sósíaldemókrötum. En sko þetta auðvitað eitthvað sem var náttúrulega í orðræðinu á þessum tíma, menn voru að sko í hennu pólitíska amstri dagsins voru menn að skjóta á hvorn annan og menn voru auðvitað að skjóta á kommunista fyrir þetta. En hægri öflin voru auðvitað líka að skjóta á alþýðuflokkin fyrir að vera að fá svona fjárstuðning. Og í til dæmis einu tilfelli man ég að þá svarar sko hvort það var Stefán Jón Stefánsson sem var alþýðuflokksmaður svarar þessu og segir sko þú veist bara ég meina þú veist jafnaðarmannarhreyfingin er alþjóðleg hreyfing skilur og við hjálpum stað og það er hluti af bara grundvallar hugsjón jafnaðarmennskunar er bara samhjálp og samúð skilur og þetta er alþjóðleg hreyfing. Og en kommunistarnir voru auðvitað í meira svona leynimakki auðvitað. Og og við erum kannski líka alltaf leið við stundum að tala þetta auðvitað, við talum líka bara Komintern og hvernig þetta var skipulagt. Að því að sko Komintern auðvitað er alþjóðasamtök kommunistaflokka og þú veist í stuttumáli getur alveg sagt og þú ert með sko þú er alltaf verið með alþjóðasamtök og þessu sem þetta eru alþjóðlega stefnur. Þú ert með sko fyrsta alþjóðasambandið á 19. öld þú veist sem var bara á tímum sko Karl Marx sem að klofnar út af ég held að sé eða brotnar niður út af
deilum með anarkista og svona. Já. Síðan ertu með annað alþjóðasambandi sem stofnað held í 1880 eitthvað, hvort Engels hafi verið með í því að stofna það, sem sko bara alþjóðasamband sósíalískra flokka og það bara að vinna að því að þú veist, þeir eru bara að hjálpa staðið sinni baráttu og svona. Það svo starfrækt fram að fyrri heimsstyrjöld og brotna niður út af þessum deilum sem við vorum að tala áðan í tengslu við fyrri heimsstyrjöldina. Síðan auðvitað gerast allir þessir miklu atburðir það sem að þú veist, það rússneska byltingin og allir komið þessar bolsjevika sem eru konum með nýja praktíska leið að markmiðunum og Lenín auðvitað í farabróti þar. Og síðan ertu með Rósu Luxemburg og Karl Liebknecht og aðra á þessum vinstri væng sem eru að vinna mikið saman í þessu alþjóðastarfi en þau eru ekkert alveg sammála hvaða leið á að fara til dæmis svo Luxemburg vildi sko til dæmis þú veist að kommentarinn yrði svona eða sko að það ætti að stofna nýtt alþjóðasamband þriðja alþjóðasambandið og það ætti að vera svona þú veist, svolítið eins og þetta gamla, þú veist, þetta væri svona reglífa samtök flokka þess að þau ætti að vinna saman og hjálpa stað og eitthvað svona og meðan að Lenín meira á þessari línu, sko, þetta að vera sko stjórnunar batteri, þetta að vera alheimsflokkur sem miðstýrður. Já. Og hann náttúrulega verður ofan á í þessari baráttu og 1919 þá alþjóðasambandið stofnað og það verður að svona miðstöð byltingarinnar. Já. Og ég veit mikilvægt að halda því til haga eins og segir að þetta þarna ekkert bara hvað að segja svona einhver alþjóðasambunda sem menn hittast og ræðansmálin og bera saman bækur sínar heldur þetta einmitt flokkur, miðstýrður flokkur og þarna línan sett og þaðan kemur réttrúnaðurinn og svo passað upp á það að allir fylgi honum að því náttúrulega draumurinn var auðvitað heimsbylting og fyrir okkur það náttúrulega voru kannski framandi í dag en menn sáu fyrir sér að Sovjetríki myndi ekkert bara ná yfir þetta gamla rússaveldi heldur þvert á móti að það væri hægt og rólegt að koma af stað heimsbyltingu það sem væri þá sameiginlegu Sovjetríki allra verkamanna. Einmitt. Og þess vegna náttúrulega líka þetta sérstaklega mikið kannski deiluefni í íslenskri sögu og við taka í sögu annarra landa líka svona hversu miðstýrt var þetta og þá kommunistar frá Noregi þá í Íslandi eða hvað það var hversu hliðhollir voru þeir flokkslínunni í Sovétríkjunum og sérstaklega þá náttúrulega eftir að Lenin lést og Stalin verður síðan ofan á því þá náttúrulega að tala náttúrulega bara stalinisma sem var verið að reyna að koma á þá í öðrum löndum en það náttúrulega síðan mikið svona deiluefni þessara ríkja var náttúrulega síðan þetta vandamál þá þegar til dæmis svo Tito og júgoslavískur sósíalismi, kommunismi lýst yfir sjálfstæði sín og klauf sig frá eða Kína og Mao gegn Sovétríkjunum af því náttúrulega Sovétríkin vildu að allir væru hliðhollir flokkslínunni sem kemur frá Moskvu. Nefnitt. Sko 1900 ekki 1921 frekar en 2 þá kemur kommentarinn með þessar frægu Moskvu-tesur. Já. Sem sko listi yfir skilyrði sem að meðlima samtök í alþjóðasambandinu þurfa að uppfylla til að vera starfrækt og þetta eru 20 og hvað voru það margar 21 eða eitthvað og þá held ég alveg að setja ákveðna línuskilur og það eru þeir sem að gangast undir þessi skilyrði sem að þeir eru þá klárlega orðin og kommunista flokkar sko og þá það rauninni þú veist lagt upp með skilur að flokkurinn sem meðlimur í alþjóðasambandi kommunista þú veist nafnið á að vera skiluru kommunista flokkur Íslands eða kommunista flokkur Ítalíu þú veist það ekki vera ítalski kommunista flokkurinn af því þá vera að segja skilur þetta kommunista flokkurinn í Ítalíu þetta svona eins og þetta sé deild í heimsflokki sko einmitt þetta
og menn þurfa að gangast undir svo kallaðan demokratískan centralisma lýðræðislegt miðstjórnarvald sem er, þú veist, við komum okkur saman einhverjar niðurstöðu og svo þurfa allir að fylgja því og án þess að blikka auga og mótmæla og allir þurfa að fylgja flokkslínunni og kommentarinn kemur með fyrirmæli eða svona útlínur fyrir eða leiðsögn hvernig á að stjórna þessari baráttu og fleiri atriði í þessum moskutesum. Já. Ekki meðal annars byltingin hluti af þessu. Og þá auðvitað fylgir Komintern náttúrulega, eða þriðja alþjóðasambandið, fylgir þá auðvitað þessu Marx-Leninisma sem þá bara þetta ný stefna auðvitað sem að Lenin að móta, sem byggir á, þú veist, við ætlum að framkvæma byltingu með því að vera með úrvalslið alþýðunar eða úrvalslið verkalýðsins, framarðasveit verkalýðsins sem rauninni bara kommunistaflokkur sem svona úrvalsflokkur sko, ekki breið fylking endilega sko. Nei. Og þegar það búið að ná völdum þá að koma á alræðu regana og síðan á að koma á sósíalísku samfélagi og allt þetta og svo kommunísku endanum auðvitað sem þessi Marx-Leninismi sem að kannski er svolítið líka bara svona viðbragð við bara hvernig hlutirnir að þróast sko. Veist, þetta virkaði í Rússlandi þá gerum við bara svona einhvern veginn og síðan líka veist mér mjög áhugaverð þessi saga að þeir náttúrulega líka komu á hérna byltingaskóla eða skólum og það allir með þess að voru ekki ykkur 20 Íslendingar sem fóru þó einmitt til Sovétríkjanna til þess að læra þar þá byltingafræði við köllum það eða kommunísk fræði og einmitt þá sem liður í því að undirbúa þá sem til að vera hluti þessari úrvalssveit sem ætti þá að vinna að þá auðvitað kommunismannum og undirbúa mögulega byltingu heima fyrir og fullt af mönnum auðvitað sem fór í þessa skóla náttúrulega hér og þar frá Evrópu og ég þekki nú ekki ég myndi nú halda að vera kannski líka ykkur utan Evrópu en það náttúrulega var eitthvað af norðmönnum sem fóru þetta líka og hinir og þessir og það hefur líka svolítið verið skrifað það kannski aðeins deiluefnum hvað hafi verið falist í þeirri kennslu hvað menn hafa raunverulega lært þarna. Já, maður hefur talað að þeir auðvitað voru þetta voru þetta kenningafræðilegt nám og svo var þetta líka þjálfun í vopnaburði og þjálfun í undirróðri og hríðverkum og svona og líka í svona stjórnlist og stjórnmálastarfi og svona líka þetta held ég. Einmitt, en hann er Jón Ólafsson? Já. Skrifa hann ekki Kæru félagar? Jú. Og hann nefnilega heldur því frá að þeir eru ekki lært vopnaburð og herkensku og slíkt. Ok. Að meðan að Þór Whitehead að benda á að það sé rangt og þá vísar hann meðal annars mikið í norska doktorsritgerð sem var skrifuð 2010. Já, Martin Rönning, Stalins elever, nefndur Stalins. Þar sem hann þá einmitt að fara í skjalasafni og þá kemur það skýrt fram að menn lærðu þetta eitthvað vopnaburð og svo vísa Þór líka í vitnisburð einhver fjölskyldumeðlimir sem tala þetta setna meir og svona en menn fóru mjög hljótt þetta og hvað og ég held að hann Guðni líka óvinni ríkisins talar mjög lítið eða ekkert þetta en sko það sem er svolítið áhugavert með þetta er að sko stefna Komintens breytist auðvitað svolítið eftir því hvernig vindar blási í Moskvu sko. Já mér finnst það svo fyndið, ég bara skjóta þetta er svo mikið alltaf, þegar þú ert með einn kall á toppnum sem stýrir öllu þá er allir flokkurinn svo hafðu bara geðþótta ákvörður hans já þetta er alltaf svona með einræði en það er allir hluti að því eins og þú segir ok, Stalin allt í hennu er hann reyður út í eitthvað breytist í alþjóðamálum og þannig og þá bara blása allt í hennu alltaf þær vindar hugsaði hvað það verið erfitt að haga seglum alltaf eftir því hvað blés frá Stalin hverju sinni og svo líka svo fyndið að þeir einhvern veginn sko þeir eru svo miklir ídeológar þessi kallar og batterið í kringum það væntanlega þú veist að þetta er alltaf svona
Þetta eru marxistar skilur og þeir eru á þeirri línu skilur að þeir séu bara í einhverjum svona sögulegum leiðangri sem er bara óhjákvæmilegur og þá sko þú veist, og svo breytast sko aðstæður frá ári til árs og svona og þá einhvern veginn breytist kenningin líka sko svolítið eins og þetta með veist, Marx-Leninismin kemur fram eftir atburðina í Rússlandi og þú veist og svo þessi stalinismi skilur sósíalismi í einu landi og svo kemur allt í einu fasismin fram og þá það sett inn í hennan búning skilur fasismin er æðstastig kapitalismans og þetta svona passar allt, menn láta þetta passa inn í kenninguna sko en sko þetta fyrst náttúrulega kommentin eru menn náttúrulega sjá fyrir sér að, þú veist, að byltingi muni breiðast út strax skilur og þá náttúrulega hérna þú veist að þá náttúrulega eru menn að tala með þessi hluti á svona alheimsflokki og allt þetta sem maður tala áðan en svo náttúrulega kemur í ljós og hún ekkert að fara að breiðast út strax Lenin deyr, Stalin tekur við og Sovétríkin byrja einangrast og þá verður auðvitað svona starfið í kommentin svolítið að snúast meira sko já við þurfum að verja verkalýðsríkið Sovétríkin og það kannski meira þú veist á þá þegar komið fram á 4. áratuginn að þú veist sósíalismi í einu landi skilur og við þurfum að hjálpa til við að verja þetta land sem er verið að byggja upp sósíalisma gegn öllum þessum utanakomandi fjandsamlegu stórveldum og það auðvitað stefna kommentarins sko svona að við verið talað um þessi ultra vinstri stefna sem sko 1928 eða eitthvað til svona 33 fram að valdatöku Hitlers þá sagt sko kommunistar eiga að þú veist, þeir eiga einangra sig þeir eiga að vera mjög róttækir skilur, þeir eiga ekki að vinna með neinum þeir eiga bara að fókusera á að verja Sovétríkin og undirbúa byltinguna þegar hún kemur en síðan náttúrulega þeirra fasistar komast til valda í Ítalíu og svo náttúrulega í Þýskalandi 33 og þá kemur náttúrulega þessi mikla ógn við Sovétríkin að þá taka þær upp þessa svokölluðu samfylkingastefnu það var bara svolítið seint í rassin gripið því skulum heldur ekki vanmeta hvað það var erfitt út af fyrir Weimar lýðveldið að byggja það upp og einhvern veginn tilenga sér ákveðna löggildingum með kommunista sem svona tiltölulega stóra fylkingu sem var alltaf að grafa undan þá náttúrulega aðstoðaðu þetta nasistana og hjálpaði þeim að komast til valda að ákveðnu leyti þetta einmitt það var líka oft hortið með til þeirra sko, ég man ekki hvað kölluðu þeir sér ekki rauðliða eða eitthvað rút eitthvað það var stór fylking með kommunista í Þýskalandi hvort það var ekki 100.000 manns og ágætlega vopnað lið og slíkt meðal annars þá margir uppgjafahermenn sem höfðu með tekið þátt á í byltingunum rétt eftir fyrra stríð og það var svolítið hort til þeirra með hvað var það skipulag og slíkt einmitt það mjög áhugavert að skoða Þýskaland sko. Þýskaland svo áhugaverið svona suðupunktur einhvern veginn mjög svo með þessa rosalega öflugu kommunistarhreyfingu og síðan ertu þetta líka með bara líka svolítið svona róttæk og framsækna sósíaldemokratiska hreyfingu sem eins og maður tala um þegar þú veist sósíaldemokrati byrjar að verða að eitthvað svona eigin dæmi sko sem þá svona leiðaljós fyrir og síðan auðvitað fasismin sko og svo þessi bara átt að þessa annað dæmi þessi austro-marxismi sem rauninni bara sósíaldemokrati í Austurríki einmitt sem tók á sig svolítið sérstaka mynd á millistríðsárunum og við nefndum þetta aðeins þegar vorum að tala um Austurríki eftir fyrir heimsstyrjöld og rauða vín sko, rauða vín var svona leiðaljós fyrir sósíaldemokrata víðsvegar sko það sem menn gátu fara að segja sko þú veist, Moskva ekki eitthvað leiðaljós sem við ætlum að nota til þess að komast að sósíalisma heldur vín leiðaljós, hvernig við ætlum að komast að sósíalisma einmitt það síðan líka áhugavert að þetta verið líka þessum kristilega
sósíaldemokratísku flokk svona kristilegum demokratum Já, í þá náttúrulega líka hreyfing sem var mjög sterkur kaþólska kirkjan og það hefur verið líka alveg tiltölulega öflugt pólitískt vald í Þýskalandi eins og bara kristilega demokratar og það til dæmis líka áhugavert að skjóta inn að þarna eins og bókinans Laxness við varum miklu frá Kasmír það er eins og mjög áhugaverð bók þegar þá komið mitt fram þessi straumar sko og þessi hvað við segja þetta uppgjör og baráttan á milli til dæmis þá kaþólsku kirkjunar straumandi þar fasismin og þetta ofurmenni Nietzsche og slíkt og síðan náttúrulega kommunismin það til þess að bent á að svo bók sé svona eitt af þessum bestu dæmum þessa menningarstrauma sem voru svo sterkir og áttsist og voru ráðandi og ráðandi sem voru að berjast einmitt hilli fólks á millistríðsárunum hvort hún ekki skrifið 24 held ég Já, nei, Laxness auðvitað var mjög öflugur penni auðvitað fyrir hennar málstað á tímabili og meðal hann að sjá að boðið þeim til Sovétríkjanna því að einmitt út af því og þeir einmitt að því Sovétríkjanna náttúrulega líka voru dugluð þetta í áróðri ekkert einum það en náttúrulega áróður náttúrulega skiptir lykilatriði í öllum lýðræðisríkjum gerir það enn þann dag í dag náttúrulega skiptir máli að geta reyna stýrt orðræðunni þannig að hann náttúrulega held til Sovétríkjanna og var ekki í austurvegi það er ekki bókin sem var skrifað upp úr því Ég man ekki nákvæmlega Ég held það ekki lesa hérna, þá var hann að mæra Sovétríkin eða var þetta ekki Bjarmalands eitthvað eða var það eitthvað annað Er það? Allavega Skrifaði svo mikið kallinn en allavega en áhugavert og nefnir þetta með trúarbrögðin vegna þess að sko við erum að tala tímabili þar sem að kommunistar eru svona róttækir í þessari ultravinstri stefnu það leyti sem þeir eru að stofna flokkinn sinn og þá þú veist þá einangrast þeir svolítið og við getum líka að tala þess það eftir hvernig flokkstarfi var í kommunistaflokknum og þú veist þetta var svolítið svona menn lifðu svolítið í svolítið svona eigin samfélagi þú veist menn voru með þau voru með greiðlega mikið hliðarsamtökum skiluru, þú veist, íþróttasamtök og þú veist, bókmennta og allt mögulegt sko þannig að þú veist, það var svolítið svona sem menn gátu svona sleppt í að taka þátt í borgarlegu samfélagi sko, að maður vill líta á þannig og og því auðvitað, og það auðvitað gömulsaga nýja, menn hafa líkt kommunismannum við trúarbrögð sem við þurfum kannski ekki endilega að fara í núna mér finnst það svolítið leiðileg umræða en jú, þú getur auðvitað alveg að sé ákveðin líkindi með því svona þessar klisjur að þú veist Stalin sé eins og pávinn og flokkurinn eins og kirkjan og Marx eins og gamla testamentið og Lenin eins og nýja testamentið og allt þetta sko Já, með sína spámenn og Jú, með spámenn og allt þetta og dýrlinga og síðan þeir sem hafa fallið úr ónáð og svona fallið í ónáð og svona en ég ætla að drepa þessi þetta niður í einni bók, nýlegri bók sem kom út þetta málefni sem heitir Nýtt fólk eftir Ragnheiði Kristjánsdóttur sem eitt af þessum grundvallarritum í þessum fræðum og hún segir að því að við erum stundum að djóka með það í hlaðvarpinu það er ekki hægt að tala neitt að þess að við þurfum að nefna Konstantínópel eða Bísanska ríkið í sömu andrá og ég hjó eftir þessu orðalagi því að við vorum að tala hugtaki Bísan í síðasta þætti og hún segir í umræðið einmitt þessa ultrastefnu kommunista það sem hún segir sko samfara þessari stefnubreitingu fjölgaði þeim evrópsku flokksmönnum sem höfðu farið til Sovétríkjanna til að fá formulega menntun í því að vera kommunistar hún að tala af hverju baráttan harðnaði svona á þessu tímabili hvort tveggja aukin tengslu kommunistarhefinguna í Sovétríkjunum og stefnubreiting Komintern var til þess að starf evrópskra kommunista var rofið úr tengslu við pólitík og menningu heimslanda þeirra Sjálfsmynd flokkana byggðist meira en áður á tengingu við verkalýðsbyltingu bolsévika í Sovétríkjunum.
Danski sagfræðingurinn Morten Ting segir þessa breytingu að fyrir rússnesk áhrif hafi flokkarnir tekið upp hálf trúarlega eða bísanska hugmynd mikilvægi hins kommuníska yfirvalds í Moskvu og óskorðað forystuhlutverk kommunistaflokka í byltingastarfi verkafólks. Já, áhugavert. Viðst þetta svo fyndið að því vorum að tala þetta að sko lýsingur orðið bísanskur hafði með sér einhverja svona neikvæða og hérna náttúrulega bara farið beint inn í þetta imperial idea að bísanskur þýði eitthvað svona guðlegt teokrasi sko. Já, hvernig er þessi bók skrifuð? Þetta 2008, en hún náttúrulega vísa hérna í hennar danska danska sagfræðing sem að skrifa þetta árið ég sé ekki þarf að fara í heimildaskrána til að sjá það. Nei, já, það er gaman að þessu. En jú, að þau erum líka búin að nefna hans rit og svona. Hvað með bókina hans Whiteheads, Sovjet Ísland? Já, það er mikið verið að tala með svo ofbeldis hneigðu baráttu eða ekki? Jú, það er undirbúning af byltingu. Einmitt. Og hann til dæmis mikið að skjóta Jón Ólafsson þegar Jón Ólafsson er stundum, samkvæmt honum þá, annarkvort að fara með rangt máli eða ekki að vitna í ákveðin heimildir til þess að reyna, því Jón Ólafsson heldur fram að það hafi ekki verið neitt byltingastarf, það hafi ekki verið neitt undirbúning, heldur hafi þessi menn ætla sér að vinna að styrkingu kommunistaflokksins bara með lýðræðislegum aðferðum og þá innan þessa lýðræðisramma innan þingræðisins og slíkt á meðan að Whitehead er þá að vísa í til dæmis þessi skjöl þá frá Moskvu þar sem það kemur fram til dæmis hvað byltingarnámið fólst í eða hvað fólst í byltingarnáminu eins og til dæmis að þeir voru að skjóta og læra eitthvað herrkænsku og eitthvað þannig, það var náttúrulega ekki stærsti hlutin af náminu en það var samt hluti af náminu og svo er hann líka að vísa í það auðvitað þegar eins og hvað Ólafur Friðriksson var að safna mönnum og vopnum og slíkt og þessi leynimakki öllu saman og vísar í heimildir og sýnir það auðvitað að þú varst með ákveðin hóp sem var til og með betur vopnaður heldur en lögreglan. Einmitt. Og svo náttúrulega líka vísa náttúrulega í þessu orðræðu og náttúrulega þessa miðstýringu flokksins. Það var grundvallar atriði í þessum kommunistaflokkum að þú ætlar að koma á nýju samfélagi og þú gerir það með vopnari byltingu á meðan að ég veit ekki, margir sagfræðingar hafa nú frekar vilja þá gera lítið úr þessu og ég ætlum að bæði Guðni og Jón Ólafsson eru í þeim hópi. Sko Jón Ólafsson hefur auðvitað gagnrýnt Þór Whitehead mjög mikið og þeir hafa verið að fljúast á í ritdeilum eftir þetta og það eru auðvitað bæði í tímariti sögufélags árið 2008 held ég að verið 8-9 þá voru þeir að skiptast á greinum og kannski ekkert svona neitt rosalega mörgum dæmum svona ritdeilu í íslenskri sagfræði það sé auðvitað til en það er svona gott dæmi svona nýlega ritdeilu það sem menn er að tala túlkun heimilda og svona og í því tilfelli þetta voru þeir að tala það þegar að sósíalistaflokkurinn var stofnaður 1938 og ef ég man þetta rétt það er svolítið síðan ég var að lesa þetta sko, en mér minnir að það hafi verið það að þeir voru það eru skjalaheimildir í þessu kommentenssafni sko, það sem að Þór vill það sem Jón Ólafsson heldur því fram að sko, kommenten hafi verið gegn því að kommunistar klifu alþýðuflokkin og sameinuðust í sósíalistaflokkin og á meðan Þór var að hafna því og segja að þetta benti allt í þess að kommenten að þetta hefur verið kommentenlínan að gera þetta svona en það sem að gerist þarna auðvitað í stuttumáli er að það er komin hann ný stefna auðvitað hjá kommenten, það er þessi samfylkingarstefna að kommunistar eiga að vinna með öllum gegn fasismannum og það er auðvitað í verkalýðsmálum og víðar og það er þá komin svona áhugi fyrir því að sameina alþýðuflokkin og kommunistaflokkin og náttúrulega þegar við tölum samfylkingu þá erum við að hugsa náttúrulega sameiningu þessara tveggja afla og þetta náttúrulega var síðan að veruleika með
1999 eða hvernig sem það var þegar samfylkingin var til svolítið seint og það endaði með því sko að vinstri armurinn úr Alþýðuflokknum klofnaði það voru hinir svo kallegir Héðinsmenn og Héðin Valdimarsson sem hann var maðurinn sem að sendi fyrsta SMS-ið samkvæmt styttunni mannstu á verkamannabústaðan á Hringbraut já en og hann sameinast kommunistaflokknum og þeir stofna nýjan flokk sem heitir Sósíalistaflokkurinn eða Sameiningaflokkur Alþýðu Sósíalistaflokkurinn og sá flokkur ekki meðlumur í Komintern nei, einmitt en auðvitað hafa menn bent á það þú veist að það þessi kjarni sem var í kommunistaflokknum sem að heldur svona völdunum í Sósíalistaflokknum og svo þetta gerist að 1940 þegar Sovétmenn ráðast til eða 39 þegar Sovétmenn gera greiðasamningin við Þjóðverja og enda með vetrarstríðinu eins og við talaðum áður að þá sem sagt fer Héðinn og hans menn úr flokknum og þá var hinn svo kallagi Finnagaldur þar sem að Sósíalistaflokkurinn stóð mjög höllum fæti fram til 1941 Nei, það hefur erfitt fyrir þess að hvað kalla fyrir þess að kalla og með að reyna að passa upp á réttrúnaðinn og svo er réttrúnaðurinn alltaf bara háður geðþóttum Stalins eins og til dæmis griðaþáttmálunum milli Sovétríkjanna og Þriðja ríkisins þannig að var erfitt að vera kommunisti þegar að þessi erkifjendur allt í einu voru búin að mynda að gera með þessi bandalag þó það var náttúrulega bara takmarkaðan tíma svo náttúrulega snerist það fljótt aftur já og eins náttúrulega, annað sjokki kom náttúrulega þegar Krútsjóf tók við og opinberaði alla glæpi Stalins það fóru mjög fyrir brjóstið á mörgum en það náttúrulega fóru menn að hrynja af vagninu með þetta við alla þessa atburði sko já þú veist það hryndu margir þarna og svo aftur 56 og svo 68 og svona skilur hana já, algjörlega allt þetta en sko Þór Vætið þetta er svolítið sá sagfræðingur sem að byrja svolítið að skrifa þetta svona á fræðilegum vettvangi sko hann kemur með sína bók Kommunistarhreyfingin á Íslandi 1921-34 hún kemur út 1979 og er svona ágætis svona yfirlitsrit yfir þetta og síðan sko líður smá tími og það er ekki fyrir en sko 92 sem að bókin Liðsmenn Moskvu kemur út það er Árni Snævar og Valur Ingimundarson Árni Snævar skrifað þá fyrir hlutan sem að fjallar tímabilið fram að seinni heimsstyrjöld sem er þá Liðsmenn Moskvu samskipti íslenskra kommunista við Sósíalistaríkin og menn eru þetta voru mikið að skrifa þú veist, tímabilið alltaf sko, þú veist 1920 til 60 sko og það er auðvitað kannski svolítið framhaldið náttúrulega því að þessar heimildir verða aðgengilegar í Moskvu og Jón Ólafsson sem er hvort hann sé, er hann ekki heimspekiprófessor sem að fór til Moskvu og komst í þessi gögn og hann kom með mikið af þessum gögnum heim eða það er að segja, þú veist, afritum af þeim og afhendi meðal annars inn á landsbókasafn og svona sem þau eru aðgengileg að ég gera nú alveg ráð fyrir því að það sé erfitt að komast í þessi skjöl núna út í Moskvu og hann skrifaði bókina Kæru félagar íslenski sósíalistar og Sovétríkin 1920-60 og hún kom út árið 1999 og sama ár kom Moskvulínan út, það er Arnór Hannibalsson Kommunistaflokkur Íslands og Komintern Halldór Laxness og Sovétríkin og þetta er svolítið og svo kemur kannski ný bylgja svona á fyrsta áratug 21. aldar og það er þá Ragnheiður Kristinsdóttir með bókina sína Nýtt fólk þjóðerni og verkalýðsstjórnmál 1901-44 hún kemur úr 2008 það sem hún er svolítið að tala Alþýðuflokkin og Kommunistaflokkin og svona þessa hún er svolítið að tala þú veist orðræðuna í þú veist meira hvað þeir voru að segja sko og hvernig og hvaða stefnuð mál þeir voru með og er svolítið að benda á þennan þessa þjóðernislegu
hlið af þeirra málflutningi einmitt. Já, og síðan koma hérna nokkra bækur sko sem að mér skilst að og þessi umræða fór svolítið í gang aftur út af bókina Guðna sem þú ert búin að nefna nokkur sinnum núna já, Óvinir ríkisins sem kom út árið 2006 já, og Guðni þá sko að nota skjöl úr þjóðskjalasafni og víðar það sem hann að tala hleranir og svona á sósíalistum og kommunistum já, og það var þetta bók sem vakti mikla athygli og mikið fjaðrafok já, og þá var til svolítið svona umræðu þessi öryggismál sko einmitt. og þá koma þarna nokkra bækur 2010 skrifar Þór Whitehead Sovét Ísland aðdraganda byltingu sem aldrei varð Já, svo hún kemur og sprettur upp úr því. Já, ég held hún komið svolítið, það svolítið tilefnið Ég skil. hann ekki, segir hann það ekki svolítið í innganginum á bókinni að því hún náttúrulega þetta fókuserar náttúrulega svolítið á þú veist, þessi öryggismál og þessi ógn sem átti að hafa stafað af kommunistum sko Já, skilurðu og síðan skrifar Hannes Hólmstedt Gissurarson bókina Íslenski kommunistar 1918-98 2011 já, og Snorri G. Bergsson skrifar bókina Róðin í austri Alþýðuflokkurinn, Komintern og kommunistarhreyfingin á Íslandi 1919-1924 já, sem fjallar fyrir hluta þessa tímabils hún kemur út líka 2011 þannig að það verður svolítið svona þetta er svona eins og oft sko, svona, að koma út svona bækur í svona bylgjum sko. einmitt. Og það sem er svolítið áhugavert við þetta sjáðu sko, Já, er að fókusin hérna er rosalega mikið á þessi Moskvu tengsl og þessi Komintern tengsl já, og þú sér bara að þú lest þessa titla skilur liðsmenn Já. Moskvu, Moskvu línan íslenski sósíalistar að koma og Sovjetríkin Sovjet Ísland, einmitt. Róðin í austri Já, já, skilur já, og þetta er svona, þetta er fókusin já, hefur verið fókusin svolítið í sagnarituninni Ragnheiður Já. Kristinsdóttir náttúrulega þegar hún kom með sína bók skilur þá var hún auðvitað að reyna að koma með svolítið svona nýtt perspektíf í þetta og hennar svona hvað við segja framlag skilst mér sko það er þá að orðræða kommunista og alþýðu flokksmanna hafi verið svolítið vafinn inn í hennan þjóðnislega paradigma sem allt var vafið inn í þetta einmitt. og síðan sko er það Skafti Ingimarsson sagfræðingur sem að skrifaði doktorsritgerð sem kom út árið 2019 held ég Já, já, eða 18 sem heitir Íslenski kommunistar og sósíalistar flokkstarf, félagsgerð og stjórnmálabarátta 1918-68 já, og ég vissi þetta því að hann væri sko ég hef ekki séð þá doktorsritgerð því hún hefur ekki komið út næ, en sko ég vissi til þess að Skafti var sko líka að leitast eftir að koma með nýtt sjónarhorn já, að fókusera ekki endilega bara á þessi erlendu tengsl heldur fókusera á starfið sem kommunistaflokkurinn og sósíalistaflokkurinn störfuðu og, þú veist, og þeirra innlenda starf hvað það var já, einmitt. og reyna að lýsa þá svona spurningar sem að við höfum í tengslu við þetta út frá því og skoða innlendar heimildur og annað sko Já, til dæmis að spurningar svolítið með akkur voru sósíalistar og kommunistar urðu þeir öfluri heldur en alþýðuflokks menn þeirra framliðu stundir og akkur fenguðu svona mikinn stuðningi verkalshreyfingunni og svo framvegis sko já, já, þetta eru svona menn hafa ekki geta kannski, hann bendir á að menn hafa ekki geta svarað þessum spurningum bara með því að skoða samskiptið við Moskvu augljóslega nei, einmitt. en síðan er þetta skemmtilegt að við erum að tala um þetta að ég sá það bara hérna daginn að þann 3. september Já, þá sem er ekki runnin upp þegar þessi þáttur er tekin upp en mun líklegast verða runnin upp þegar þátturinn kemur út að þá blæs sögufélag til útgáfuhófs af ærnu tilefni og þar mun Skafti kynna sagt, bókina sína sem er að koma út upp úr doktorsritgerðinans já, já, og ég sá það sem sagt bara núna á Facebook sko já, að hún heitir Nú blakta rauðir fánar
saga kommunista og sósíalistahreyfingar á Íslandi 1918-68 já og en svo bók augljóslega ekki komin út Nei. hún bara örgulega bara í prentun bara as we speak Nei. Jólabókin í ár og þá nýjasta framlegið í þessa flóru já og ég verið svolítið spenntur fyrir þessu Já, ég nefnilega fekk allt inn svolítið áhuga fyrir svo ég er að lesa einmitt Sovjet Ísland þannig að ég sé nú fyrir mér einmitt að reyna að nálgast eitthvað á þessum bókum sem ég var búin að nefna Ég er enda ekki sem sagt að líka við erum að plugga bókina Skafta að það er kannski allt í lagi að við pluggum þá líka kunningja minn Hrafnkell Lárusson sem er líka að lansera sinni bók á í þessu sama útgáfuhófi sem heitir Lýðræði í mótun held ég hún heiti sem er unnin upp úr hans doktorsritgerð upphaf lýðræðisvæðingar á Íslandi 1874 til 1915 Já Svona svo því sem komið að Já, mikilvægt En já, ég hef ekki lesið Skafta sko en ég hef séð sko ef mér skilst að hann skoðar starfið, flokksgerðina hliðarsamtökin er búin að vera stúdera mikið meðlimaskrár kortleggja svolítið hvað fólk var í þessum flokkum Já og síðan er hann að þá reyna að svara þessum spurningum sko, af hverju var þessi hreyfing svona öflug sko Einmitt og hann nefnir nú ég sé hann segir til dæmis það er vitnaði en í BR-ritgerð sem ég fann það er vitnaði í ritgerðinu og það er sagt sko að Skafti telur ástöðunar fyrir þessu vera innlendar frekar en erlendar systurflokkar kommunistana á Norðurlöndunum þá einnig fé frá Komintern en ekkert hafi þó gengið hjá þeim þrátt fyrir það styrkur kommunisturflokksins var meðal annars komin til af því að iðnvæðing kom mjög seint fram í íslensku samfélagi með við mörgum öðrum ríkjum vestur og mið-Evrópu þessi síðbúna iðnvæðing og fátækt sem henni fylgdi leiddi af sér mikil félagsleg vandamál hefur ánefa ítt undir aukna stéttavitund og gerði verkafólk móttækilegra en ella fyrir róttækum stjórnmálastöfnum eins og kommunisma en síðan auðvitað líka hluta þessu eins og Ragnheiður hefur bent á í sinni bóku auðvitað að alþýðuflokkurinn átti svolítið erfitt með að skilgreina sjálfa sig og hvers konar flokkur hann var og fyrir hvern hann var á meðan sósíalistar voru auðvitað miklu meira eða svona þeirra framliðu stundir þá voru sósíalistar gekk betur að skilgreina sig og þeir gátu og þeir spiluðu svolítið á þess að þjóðernislegu umræðu skilurðu baráttan gegn heimsauðvaldinu baráttan gegn hernum eða baráttan gegn Bandaríkjaher og svona sko já en við sjáum það alveg að kommunistaflokkurinn byrjar auðvitað sem miklu minni flokkur heldur en alþýðuflokkurinn þegar hann er stofnað 1930 og svo tekur hann fram úr honum á stríðsárunum og verður, eða það er að segja sósíalistaflokkurinn verður stærri sko já og það verður ákveðin svona styrkur auðvitað fyrir sósíalista og stríðsárunum náttúrulega að Sovjetríkin eru allt í norðin vinni veitt ríki og svona já, allt þetta Nei, þetta er mjög áhugavert og áhugaverð saga og ég sé það einmitt ég verður eitthvað viðkvæmum það mér hefur alltaf fundist þetta mjög áhugavert í raun og veru en núna upp á síkasti þá verður að vakna meira áhuga hjá mér sérstaklega núna náttúrulega þegar ég er að lesa aðeins í þessum bókum meðal annars, ég er náttúrulega álíka bókina hans Kjartans og hefur verið að lesa hana líka svona hægt og rólega og ég einmitt laka til að kaupa mér eitthvað af þessum bókum sem þú nefndir hérna áðan fín jólalesning algjörlega já, algjörlega en það er mjög skemmtileg bókinni sem að Kjartan Ólafsson það sem hann er að tala mjög svona detailed alla þessa karaktera sem skiptir máli að það er áhugaverð lesning og það er áhugaverð auðvitað líka dýnamíkin sko milli þessara leiðtoga eins og til dæmis Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sem eru svona þessir svona tveir stóru á þessu tímabili og ég veit að í bókina Skafta það er líka að tala svolítið þessi innbyrðis átök sko
líka á milli landsbyðarinnar og höfuborgarinnar og svona. Já. Að því Einar var svolítið svona landsbyðar, hann var svolítið svona Norðurlands armurinn, var til mis bjóa Akureyri lengi og svo framvegis sko. Já. Og hérna hafði svolítið svona bastjón þar sko, verkalýðssamband Norðurlands og svona. Byggði upp mikið þar einmitt. Og menn hafa bent svolítið á sko að þú veist að þegar að kommunistaflokkurinn stofnaði 1930 þá geta menn sagt kannski að það hefur verið svolítið Brynjólfur sem að einhvern veginn vildi að það yrði gert eftir þeim leiðum sem að það varð og Einar svona fylgdi með í því en það var Brynjólfur síðan sko formaður þess flokks en síðan þegar kemur að þessari sameiningu 38 sko þá er það kannski meira Einar sem var svona hvatamaður þess og svolítið svona hans pólitíska sín að þetta vera aðeins meiri svona breiðfylking sko vinstri aflana heldur en bara þessi svona últra úrvalslið verkalýðsins sko einmitt framvara sveit verkalýðsins og þá var minn stundu sagt sko þar verður Einar svolítið ofan á og Brynjólfur ákveður síðan að fylgja með en það var Einar síðan formaður í sósíalistaflokknum eftir að Héðinn fór sko já. En síðan svolítið þú veist hlutir í þessu líka sem eru auðvitað ógnarlegi sko já. eins og til dæmis þessar hreinsanir og þessi stalinismi og það er stundið þegar maður er að lesa svona þennan stalinismi þá þetta verður maður ofta óglatt sko já, algjörlega og þetta er auðvitað eitthvað sem náði inn í kommunistaflokkin og þeir voru með hreinsanir sko það sem menn voru reknir úr flokknum fyrir að vera ekki með rétta línu og svo framvegis sko já. Og þetta hafa menn til dæmis getað séð í þessum skýrslum sem þeir voru að senda til Komintern já. Og menn voru að fara til Moskvu sko til að þú veist og það var hluti af þessu starfi að þau þurftu alltaf að vera með svona sjálfsgagnrýni sko já. Svona kommunistisk sjálfsgagnrýni eða svona til að játa syndiðina sko Þetta er náttúrulega þetta finnst mér þetta mjög framandi sko þetta er það en þess vegna er náttúrulega líka ógnulegt að þessi byltingarhluti auðvitað líka og það skal enginn segja mér það að íslenski kommunistaflokkurinn hefði verið hrundið af stað byltingu þar og er komið á einhvers konar Sovét í Íslandi það skal enginn segja mér að það hefði einhverju hluti vegna verið verkamanna paradís og öðruvísi heldur en þessi kommunistaflokkar alveg sama hvar þetta hefur verið prufað auðvitað hefði það líka verið fangabúðir og hreinsanir og hvað það er eins og hefur verið ykkur einasta landi Það er auðvitað líka bara vegna þess að þessi kommunistaflokkar náttúrulega þeir allstaðar í Austur-Európu eftir stríð og svona, ég meina þeir fylgdu alltaf bara þeir störfuðu bara nákvæmlega eins og Stalin sagði þeim að starfa já. Og þeir átt að hreinsa þá var hreinsað já. Og það þú veist, kannski auðvitað þarf maður að fara að valla í það að segja hvað eins og Þór Væti til dæmis hefur verið gagnrýndur fyrir að skrifa bók eitthvað sem gerðist ekki til dæmis þannig að það er að fara að valja í það að segja hvað hefði gerst ef kommunistar hefur komist til valda á Íslandi ef Íslandi hefði verið hernumið af Sovétríkjunum 1945 þau þetta getur að lagt saman 2 og 2 og sagt já, líklega hefði verið komið upp einhvers konar svona stjórn sko en maður veit ekki, maður getur ekki fullirt hvað hefði gerst Nei, maður getur það ekki en það er samt eins og segir, maður getur lagt saman 2 og 2 Þetta eru samt þessar hreinsanir einmitt og því ég líst auðvitað í mörgum af þessum bókum ég var allir með að lesa þetta í bókinas Kjartans Stefán Pétursson sem er áhugaverður karakter og maður getur þetta að lesa líka mjög nákvæma lýsingu á því til dæmis í Sovét Ísland minni mig en það er ótrúlega áhugaverð saga að þú veist hann er þessi svona gáfaði svona intellektúal í þessum hópi bjóð í Berlín var að skrifa doktorsritgerð þar einhver agalega marxísk fræði og hann og Einar voru svona vinir sko voru í svona mjög nánum bréfasamskiptum og hann sko til dæmis það er hann sem að þýddi til dæmis kommunistaávarpið úr íslensku og hvort hann þýddi líka held ég getur verið hann að við þýtt líka Ríki og bylting
það ekki eftir Lenin? Jú, það Lenin og svona mikill svona hugmyndafræðingur virðist vera sko, þekkir fræðin mjög vel og mjög gáður og hann reynda að kláraði ekki þessa doktorsritgerð, kom síðan heim og var svolítið svona vonarstjarna kommunista sko, margir sem að litu á hann sem eitthvað svona náttúrulega leiðtoga en síðan verður hérna sko, við vorum að tala svona 1932 eitthvað svo leiðis, fljótlega eftir stofnun flokksins, það sem að þessi stalinismi alveg á orðin mjög svona harður sko og þá byrjaði þeir með svona hreinsanir sko og þú veist, og þá eru þeir að deila á fundunum sko, það sem að sko Brynjólfur að saka Einar og Stefánum sko, þú veist andkommunistískar aðferðir og svo framvegis sko og þetta enda með og kemur þessu ótrúlega atburðar sem að ég líst í, eins og segi nákvæmt í mörgum af þessum bókum, þú veist þegar Stefán fer síðan til Moskvu og þar að fara að skóla hann eitthvað upp en hann ætlar að verja sig og sína skoðanir og halda þið fram að hann var ekkert að brjóta neitt sko og endar síðan með því að hann verður hræddur og er náttúrulega hræddur að hann verður endi bara í gúlaginu sko eins og margir auðvitað gerðu þarna og einhvern veginn kemst þarna rétt svo heim og segir sér síðan úr flokknum á endanum og er ekki úr flokknum, hann ekki hvernig það endaði en hann var síðan alþýðuflokksmaður auðvitað það sem eftir var þjóðskjálfur líka það er mitt en sko svo er nefnilega svo fyndið líka í þessu vegna þess að sko við erum að tala þetta eru svo hættulegi menn þú veist, þetta voru graf alveglega málefni, þetta voru hættulegir sko, þú veist byltingar sinnar og svona sko en samt svona kemur inn í þetta líka stundu bara svona eitthvað svo casual hlutir eins og til dæmis bara svona, man ekki, það var eitthvað dæmi ég held að það hefur verið í sko gút og slagnum eða eitthvað með þessum orustum hann sko þá, þú veist þá er Brynjólfur Bjarnason hérna, þessi mikli byltingarleiðtogi sko, veist, hann hefur ekki tíma til að standa í þessum bardugum sko, því hann þarf að fara að kenna því hann er kennar í kvennaskólanum sko. Já, það er mitt það passar bara það, hann getur ekki mist starfið og svo hérna öll þessi rimma með Stefán að þú veist að þá er búið að útskúa hann sko og þú veist þetta er alveg rosalega hérna þú veist spennu frásögn hvernig hann kemst frá Moskvu hérna, og heldur náttúrulega NKFD sé bara að fara að drepa sig og er komið til Kaupmannahafnar og þá fyrir hann hitti mann sem heitir Skúli Þórðarsson og þeir ákveða að fara strax til Sverris Kristjánssonar sem var hérna maður hérna líka í flokknum og þá segir hann hérna Ólafur hérna Kjartan hérna í bókinni: Sverri var ekki heima en Skúli sem gekk inn í herbyggi hans sá að á borðinu lá miði og á honum þessi orð: Arne Munk Petersen bað mig að segja þér að Stefán væri ekki félagi lengur og þú ættir engin samskipti við hann að hafa. Neðan með þessa orðsendingu bætti Skúli við skilabóðum til Sverris að þá Stefán yrði að finna á nálægri krá. Þangað kom Sverrir innan skams og fengu við okkur þá ærlega í staupinu, sagði Stefán 45 árum síðar. Þessi gleði fundur sakfræðingarna þriggja er dýrðardæmi úr sögu kommunismans. Já. Það var nú ekki meira útskúin en það, þeir voru að fengu sér ærlega í staupinu. Já, einmitt. Já, fyndið. En síðan náttúrulega sem er áhugavert með þetta tímabil líka er náttúrulega menn vissu náttúrulega svo lítið hver staðan var í raun í Sovétríkjunum, eins og bara til dæmis við nefndum ferð hans Laxness þarna austur eftir hvort að hann fór ekki hérna held í 31 og þá mærir hann mjög Sovétríkin eftir það er á sama tíma og það er gífurleg hungursneyð til dæmis í Úkraínu þar sem að 100.000 ef ekki milljónir farast. Já. Og það er svo áhugavert náttúrulega þetta að menn sáu náttúrulega bara einhverja glansmynd og að því að auðvitað var mönnum ekkert sýnt neitt annað en þessi glansmynd. Glaður verkalýðurinn að vinna og byggja upp sósíalismann. Einmitt. Og náttúrulega þú veist í dag þá náttúrulega vitum við allt þetta er þessar glansmyndir og allt þetta plat. Já. En já, ég veit ekki hverju þið sætir okkur menn gleiftu við þessu hvort að það sagt að saka mennum að hafa einfallega bara verið barnalegir eða hvort þeir hafi
Já, gleymt sér náttúrulega bara kannski í trúnni á það að hægt væri að byggja upp annars konar samfélag. Já, algjörlega. En það var það Og þetta auðvitað náttúrulega rosalega hugsjónabarátta skilurðu og ég meina að þú veist það verður ekkert tekið af þessu fólki auðvitað, þú veist að þau voru náttúrulega bara að berjast fyrir auðvitað betra lífi. Margir hverjir og örugglega flestir. Margir hverjir. Já. Þó svo að þetta verið alls konar fólk hérna auðvitað líka. Jú. Það til dæmis George Orwell skrifar það held í bókinni On the Way to Wigan Pier. Heitir hún það? Já, minnum hún heitir það bókinu allavega. Þá talar hann þessi vonbrigði sín með sósíalistahreyfingunni í Bretlandi þegar hann komst að því að þá segir hann einmitt að margir af framamönnum sósíalistahreyfingarinnar hafa fyrst og fremst verið að berjast fyrir sósíalisma út af öfund í garð hinna ríku frekar en kærleika og áhuga á henni fátæku. Já. En Já. það sagði allavega Orwell, hann var fyrir svolítið vonbrigðum þarna. Já, Orwell var ekkert svo hrifinn á kommunismanum. Nei, hann alltaf snýrist mjög flott gegn þeim. En hann var, ég man ekki hvort hann var kommunisti til þess að byrja með, en hann alltaf einhvers konar sósíalisti, alltaf til að byrja með. Já. Og hann alltaf barðist síðan alltaf í spænska borgarastríðun og svona, en náttúrulega ég held að hann fyrst og fremst þar snúist sérstaklega gegn kommunismanum. Það var fyrir svo miklu vonbrigðum hvernig það fór allt saman. Einmitt. Já. En það náttúrulega nú svona. Þetta eru hugsjónir og vonbrigði á víxl. Já. Og þetta eru kannski þeir sem eru mestu andstæðingar Stalins, eru þetta þeir sem eru miklir kommunistar sanntrúaðir á málstæðin. Þetta því að hann náttúrulega var margir sem að vilja meina að hann hafi svikið málstæðinu þetta. Já. Og leitt Sovétríkin á slæma braut, margir getur verið sammála því. Já. En þetta er svona þetta er áhugavert, þetta er svona kommunistaflokkarnir eru svona þessir sovjet-hollu byltingarsinnuðu flokkar og síðan eru þetta svona mismunandi hversu langt þetta gekk og svona og menn hafa uppi mismunandi skoðunar á því. En kannski það sem er auðvitað mikilvægt í þessu er að kommunistaflokkurinn náttúrulega sérstaklega sósíalistaflokkurinn náttúrulega setna. Þú veist, þetta voru auðvitað fyrst og fremst verkalýsflokkar og þú veist, þau voru auðvitað að vinna í svona daglegu starfi í verkalýshreyfingunni og vinna að verkalýsmálum og þetta var stefnan þeirra auðvitað. Það sem að stóð á blaðinu og með það sem menn voru að skrifa þetta var hugmyndafræðin en þú veist, hugmyndafræðin var auðvitað líka þjóðernisleg og þú veist, og það bara átti auðvitað mikið hljómgrunn. Já, algjörlega. Og það auðvitað getur oft þátt í að skýra þessa því að kannski nefndu þau kannski að nefna það áðan sko, en náttúrulega þú veist, þetta er náttúrulega allt öðruvísi á Íslandi heldur en á öðrum Norðurlöndunum þetta með að þú veist, þessi vinstri sósíalísku öfl, þau náttúrulega voru öflugri heldur en sósíaldemókratísku öflin og þau höfðu meiri ítök í verkalýshreyfingunni heldur en systurflokkarnir á Norðurlöndunum. Og náttúrulega fylgi kommunista sko á Norðurlöndunum er náttúrulega bara peanuts með við á Íslandi sko. Já, það margir þættir sem spila þarna einhverja rullu. Einmitt. Já. Eru við þá kannski bara að fara að vera góðir heldur við það? Já, þetta komið fínt bara, eins og að segja, þetta er bara ágætt yfirferð og náttúrulega af nægu að taka, þannig að við getum auðvitað. Það spurði hvort að við viljum að líta á eitthvað annað tengt þessu setna. Já. Sérstaklega eins og nefndir þessa bók sem er að fara að koma og svona. Hver veit, nema við tökum þetta fyrir aftur. Algjörlega. Herðu þá, held ég að við bara segjum þetta gott hér í bili af hlaðvarpinu Söguskoðun. Flott. Við snúum hér aftur í næsta þætti og ræðum þá eitthvað annað. Við hvetjum hlustendur til að hafa samband við okkur á söguskoðun@gmail.com eða á Facebook og við gerum það nú hér í síðasta þetta við tókum fyrir hlustendabréf, það var mjög gaman og við ætlum kannski bara að gera meira af því. Já, endilega hafa samband. Nákvæmlega. Að því sögðu þá þökkum við fyrir okkur
hér í hlaðvarpinu Söguskoðun í dag og sjáumst fjallhress í næsta þætti. Verið þið sæl.